sæl kæru áhorfendur og eru velkomin með okkur í 7. þátt hér á Skeppnisbretti og N4. Í kvöld ætlum við að heimsækja Kristínu Ellý Sigmarsdóttur, en hestamannafélagið Léttir útnefndi hana björtustu vonina á stórsýningunni Fákur og fjör í vetur. Við rennum út á Dalvík og kynnumst svolítið öðruvísi hestasamfélagi og einnig hittum við fyrir ungan ofurhuga sem beitir hest fyrir opinni kerru. Við ætlum að byrja þáttuna því að heimsækja Agnar Þór Magnússon og Birnu Tryggvadóttur að Garsodni í Hörgárdal. Agnar og Birnu þarf ekki að kynna fyrir hestamönnum, en bæði hafa þau skapað sér stórt nafn innan hestamennskunnar á síðustu árum. Agnar hefur verið einn allra fremsti sýningamaður kynbátarhrossa og Birna hefur haslað sér völl við reiðkennslu og í keppni, ásamt í að sýna kynbátarhross með góðum árangri. Síðustu ár hafa þau líka komið sér rækilega á kortið í ræktun og er skemmst að minnast Hersi frá Lambanesi og Laxdals frá Lambanesi sem eru hátt dæmdir stóðastar og Vissu frá Lambanesi sem Birna sýndi til hæstu hæfileika einkunnar fjögurra vetna hryssna á landsmótinu á Vindheimamálum 2011. Og nú í vor bættist heldur betur í gæðingaflotan, en á kynbótasýningu á Akureyri fyrr í vor fengu fjögurra vetra gömul trippi úr þeirra ræktun fyrstu verðlaun. Frábær árangur. Það er mikið álag á atvinnufólki í hestamennsku á vorin þegar vetravinnan er tekin út í kynbátadóm úrtökum, en það var stund á milli stríða hjá þeim hjúum þegar Skeppnisbrettur leiti í heimsókn á dögunum. 18 hrossum höfðu þá verið riðið fyrir dómi á Akureyri í vikuna undan og vikuna eftir var stefnt með 1,25 viðbót til dóms á Hólum í Hjaltadal. Jæja, það er nóg að vera hjá ykkur þessi dagana. Já, þetta er svona aðal sísónið núna, kynbótageiranum. Sofið einhvern tímann eða? Já, ég bara eins og aðri sko, nóttunni. Þetta er sem að fer að sofa og vaknar þegar maður vaknar. Nú voru þið að sýna á Akureyri daginn og þið meginu alveg til að montökur aðeins þar. Hver voru úrslitin? Við vorum að sýna þarna frá okkur heilan árgang af 4 vetra hrossum. Fengum 5 trippið þetta árið og sýndum öll og 1 á 5 vetra og 4 af þessum 4 vetra hrossum fóru í fyrstu verðlaun og þetta 5 vetra trippi og 1 í 79, þannig að það er býsna gott, myndi ég halda. Er þið ekki svolítið ánægð með ykkur eða hvað? Þið eru alltaf hópær. Það er bara engin tími í raun og veru. Það fer bara beint yfir í næsta, þannig að það er í raun og veru kannski ekki tími til að svona anda og fatta bara já, þetta var nú heldur gott, eða í raun og veru. Það er bara þannig. En jú, þetta er bara, við erum rosalega ánægð með þetta. Garsod stendur upp í fjallslið austamegin í Hörgárdal, það bil 4 kilometrum frá þjóðvegi 1 og 20 kilometrum frá Akureyri. Mikil gróska hefur verið í hrossarækt í Hörgárdalum síðustu árin og í næsta nágrenni við Garsod má finna allmörg þekkt bæjanöfn úr heimi hestamennskunnar. Næstu bæir eru sem dæmi Ytri Bæjarsá og Efri Rauðalækur sem liggja sitt hvorum megin við Garsod, en í nágrennum má einnig finna bæi eins og Staðartungu, Skriðu, Björg og Litlubrekku, svo eitthvað sé nefnt. Það má því segja að Agnar og Birna séu ágætis félagsskap þarna í Hörgárdalnum. Það vakti þó mikla athygli á sínu tíma þegar Birna og Agnar ákváðu að vernda kvæði sínu í kross og kvæði að hringjuðu hestamennskuna fyrir sunnan og flytjast búferlum norður. Við fórum náttúrulega bara að leita okkur á jörð sem að væri svona hendaði því sem við erum að gera og ég held að svona miðið færðist aðeins hingað því að þær voru náttúrulega bara helmikið dýrari á Suðurlandi. Sambærilega jarðir eru ekki einu sinni það, húslausar og allavega. Svo bara einhvern veginn veit ekki alveg hvernig það var. Við rákumst á þessa jörð og ákveðum að fara að skoða og bara keyrðum hér í hlað og vorum alveg heilluð sko. Já, það var nefnilega, þessi jörð var nefnilega ekki á skrá hjá Magnúsi, þannig að þetta var bara tilviljun við rákumst á hana sko. Já, var þannig, við fórum og skoðum sko jörð og það var svona ekki alveg, það var svona aðeins vonbrigði og komum heim og vorum eitthvað bara, ég held ég bara leggja eftir rúm og með tölvun eitthvað að skoða og þá bara allt í einu poppaði þetta upp einhvers staðar á einhverju síðu sem við leita og það var bara beint af stað aftur. Við vorum sko nýbúin að vera henni fyrir norðan sko. Þannig að áður held ég það. Já, og svo bara, jæja, ok, aftur af stað. Drýfum okkur stað og það var bara, þetta var bara jörðin, bara leið og við komum hérna og lítum inn yfir, það var bara, this is it. Líður ykkur vel hérna? Já, mjög. Þetta er rosalega svona notalegt hérna, það er fjöllin á bakvið sig og svona alin upp við það og finnst það voða notalegt sko. En voru ekki mikil viðbrigði að fara úr suðupottinu fyrir sunnan og koma norður í kyrrðina?
það miklu meira í gangi fyrir sunnan. Það náttúrulega mikið að keppni, það mikið kennsla, þú veist, það mikið í boði. Ég held að munurinn sé kannski þar að það svona komi meiri hefð og menning fyrir að fólk sæki sér þekkingu og kennslu til þess að bæta sig og hestinn sinn, sem líka á fullri ferð hér. Man sér bara þennan tíma sem við höfum verið hérna, sér maður mun, finnst mér, á reiðmennsku. Já, algjörlega. Það feiknað mikið af góðum ræktunarbúum hérna, mikið af góðum hrossum, miklu meira heldur en að ég allavega gerði ráð fyrir. Ég var svona, vissi ekkert alveg hvað maður að fara út í hérna. Þannig að það mjög gaman að sjá. Ég held að það sé kannski engin munur þannig nema bara, ég veit ekki, sko, það náttúrulega kannski, það miklu meiri þrýstingur í hestamennskunni fyrir sunnan. Það mjög mikið pressa og þú veist, það ofsalega svona oft ósanngjarnar kröfur frá hesteigendum og svona sem að vantar kannski aðeins meiri hestamennsku í. Fattar við, þú veist, það svona fólk það svona kannski stundum aðeins að anda og hugsa, þetta eru hestar, þetta eru lifandi skepnur og þó að knappinn sé alveg feikna flinkur og góður að þá hann ekkert að fara að breyta því sem hesturinn á dagsform, sko. Þannig að það kannski þetta svona aðeins munum. Ég held að fólki hérna kannski svona meira svona á jörðinni með það. Sem fyrr segir hafa þau bæði náð frábærum árangri í kynbátabrautinni. Agnar setti tíma hvert einkunnametið á fætur öðrum með 4 vetra stóðhesta og má þar nefna Kraft frá Efri Þverá, Glim frá Innri Skeljabrekku og Koncept frá Hofi. Auk þeirra hefur hann átt stórkostlegar sýningar á hestum að borð við Kiljan frá Steinnesi, Hersi frá Lambanesi, Hrímni frá Ósi og nýjasta 4 vetra stjarnan Sirkus frá Garsotni, stóðhestur úr þeirra eigin ræktun. Birna hefur einnig átt eftirminnilegar sýningar í kynbátabrautinni, en það má helst nefna hana Vissu frá Lambanesi og Hróa frá Flekkudal. En hvernig stendur á þessari ótrúlegu velgengni? Það náttúrulega eins og í öllum íþróttum og öllu að það náttúrulega Ástundin og Elja sem að skilar því lengst, sko. Og það gerist nú held ég ekkert mikið nema að vera svolítið virkur, sko. Töfratrikkið náttúrulega eitthvað sem maður bara hefur fyrir sér, ekki? Ég veit ekkert um það. Þetta bara hefur gengið vel, lent fyrir fram okkur góð hross og jú, ég meina, þú þarft að vera aðeins ákveðinn. Þú þarft að hafa aðeins svona vilja til þess að hjálpa hestinum út gegnum það sem hann að gera. Það sé svolítið þannig. Og væntanlega eitthvað dass af keppnisskapi, eða hvað? Já, ég held að það eru svolítið stóran póka af því, sko. Já. Ég held að það sé svolítið, þú horfir inn í brautin og þú ætlar alla leið á því sem þú ert að gera. Ég meina þegar hestarnir eru svona ungir þá gera þetta ekkert nema knapinn sjálfur ætti sig virkilega að fara alla leið. Já, knapinn verður að hafa sjálfstraustið í verkefnið fyrir hestinn. Því hesturinn náttúrulega bara ekki komið með sjálfstraust eins og fullharðnaður hestur oft. Við erum að sýna, við höfum í gegnum tíðina sýnt mest 4 og 5 vetra hross sem náttúrulega bara tripp og maður þarf svona oft talað að maður þarf að halda á þeim í gegnum sýninguna. Þannig að það einhver svona trikk sem maður er fundið út af því bara. Það kannski ótrúlegt til þess að hugsa í dag að hvorugt þeirra fættin í hestamennskunni svo að orði komast. Áhuginn var að mestu sjálfsbrottin á barns- og unglingsaldri. Hver bakgrunnið þeirra? Ég fædd og uppalin á Ísafirði og í raun og veru bara sem smá krakki var ég alltaf bara æst í öll dýr. Alveg saman hvort það var kanína, hamstur, fuglar eða eitthvað og þar á meðal hestar. Og svo á einum tímapunkti þá var ég að velja á milli þess að kaupa mér snjósleða eða hest og valdi hestinn fram yfir. Þannig að og já, í raun og veru ætlaði ég að stelast til að kaupa hest. En svo hringdi eigandi hestinn og spurði hvort við varum ekki að koma að sækja hann. Já. Og þá var pabbi minn ekkert allt of ánægður því að hann var eiginlega hálftami eða svona lítið taminn. En þá sá hann að ég myndi nú ekkert gefast upp og ákvað þá að aðstoða mig í þessu. Og já, hann fekk vin sinn með sér í þetta og þannig byrjaði nú hestamennska hjá mér. Og svo var ég bara heppin að strák sem var með mér í skóla, hann var frá Flekkudal, Kjós, og bauð að sá að ég var alltaf að ríða út og bauð mér að koma að vinna. Og þannig að það var náttúrulega bara algjör draumur og ég fór að vinna þarna sumarið. Og svo upp frá því þá bara hefur eitt leitt að öðru og maður að nýja þessu. Ég kem úr Dölunum og uppalinn þar. Ég flutti nú þangað ég verið 6 mánaða gamall.
og þar svona meira og minna þannig 20. Upprunni í hestamennskunni nú kannski bara sá að það voru alltaf hestar heima, þeir voru ekki mikið brúkaðir en svo fóru að nota til að sækja kýrnar. Bara smá polli, berbætt eftir beljónum og þá var náttúrulega ekki allt snúið sko. Það voru svona, það kallast kannski lullarar þá en vakrar líka merar og við vorum að keppa og leika okkur, hleypa og annars og villsingar. Ég held að ég hef nú bara komið fram til fermingu þegar maður fór að ríða eitthvað annað en bara stökk eða skeið sko. Þannig að upprunnin í hestamennskunni í þessu. Hross sko frændi minn Haukur Daðarsson frá Bergsstöðum, Biskupstungum. Hann var alltaf að senda okkur hross og duglegur við það, vildi svona reyna að ýta þessu að okkur. Þannig að hann svona kveikti blóðið og okkar hross eru út af hrissu sem fengur hjá honum. Þannig að Hvað er hrissið það? Sveifla frá Lambanessi. Þannig að það er svona, hann á nú svolítið stóna hluti í þessu. Og Erla Karlsdóttir í Fagradal, hún var rosa dugleg að peppa mann áfram í hestamennsku, koma mann inn í hestamennskuna, þannig að þetta var mjög gaman. En þú ert nú komin svolítið langt frá því að ríða á lullu eftir beljónum. Hvað gerir svo þegar þú ferð að fara í þetta á fullt? Ég held að bara kviknaði annars konar áhugi, maður svona fór að langa að finna hvað hesturinn getur og finna hvað hann getur og fikta sig áfram með það. Ég náttúrulega alveg gríðarlegan áhuga á kynbóta hrossum og gaman að sitja í brekkun og horfa á hross og góð hross og ég miklu meira á að títiltum seldur en keppni sko, bara einhvern veginn inn í mér, þannig ég bara. Þannig ég svona svolítið, náttúrulega líka gaman að keppni en ef ég get valið eða ég þarf að velja þá vel ég kynbóta brautina. Þannig að En ræktunarmarkmið, nú eru þið svolítið að sýna ykkur og sanna, það fer ekkert á milli mála. Hvað er það svona ykkar aðal áhersla í ræktun? Ég hugsa að það sé nú bara eins og hjá flestum sko, það er náttúrulega fyrst og fremst að þessu gæðingar með gott gæðslag sko, alla gangtegundur og einföld hross sem lýsir sér nú yfirleitt í því að þau geta komið snemma fram. Það er nú bara þannig að eftir sem að styttir í tíma tekur að komast inn í hestinn, þeim mun betra gæðslagið greinilega. Þannig ég held að það sé nú svona fyrst og fremst. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser. Kristín Elli Sigmarsdóttir er ung hestakona úr Hörgárdal í Eyjafirði. Hún hlaut á dögunum nafnbótina Bjartasta von Léttis á stórsýningunni Fákur á fjör. Kristín er vel á nafnbótinu komin, enda prúðu knapi sem er oft góðri velgengni að fagna í keppnisbrautinni á undanförnum árum. Kristín tryggði sín á landsmót í úlingaflokki í úrtöku á dögunum og keppir þar fyrir hönd Hestamannafélagsins Léttis. Kristín er frá Björgum í Hörgárdal, dóttir hjónanna Önnu Þóru Ólafsdóttir og Sigmars Bragasonar og hefur stundað hestamennskuna frá blautu barnsbeini. Jæja, ertu nú ekki ansi rokki með því núna? Valin Bjartasta von Léttis. Jú, það er fínt sko. Hvað þarf til að vinna svona verðlaun eiginlega? Þú þarf bara að hafa góðan árangur á síðasta ári og bara ganga vel í keppnum og svoleiðis. Já, þú ert náttúrulega mikið að keppa. Já. Hvað er svona þessi stendur upp úr hjá þér? Í keppnum? Hvað árangur, já. Það ætlaði ekki verið fjórðungsmóti, vann töltið á Sigurbjörgu. Já. Það var svona, það var mjög gaman sko. Já. Gaman. Ertu mikil keppnismanneskja? Já, já ég er það. Þetta er gaman að keppa? Já, mér finnst það mjög gaman. En hestamennskan er ekki bara keppni. Kristín mætir upp í hesthús eftir skóla og hjálpar til við tamningar. Já, ég er hérna að temja bara með pabba mínum. Ok. Já. Og finnur þið því líka? Já, mér finnst það bara mjög gaman. Já? Já. Sjá hrossin vaksa og... Já, akkurat. Já. En skemmtilegra kannski í brautinni, sérstaklega þegar vel gengur? Já, það er svona skemmtilegra, en það er fínt að temja sko. Og þessi tvö hérna, þetta eru þín aðalkeppnisross. Og segðu mér aðeins frá þeim. Þetta er hans Vali. Ég er nýbúin að taka hann af pappa sko. Já, ok. Það er svona nokkuð veginn sko. Já. Ég er búin að keppa á hann nokkuð sinnum í fjórgang og það hefur bara gengið ágætlega. Já. Síðan er ég með þessa meri hérna Sigurbjörgu sem ég er búin að vera að keppa á síðast sumar. Ok. Það hefur gengið bara mjög vel. Já. Þannig já. Er þið mikla vinkonur? Já, þetta er æðisleg meri. Já. Mögnuð meri. Þykir manni vænna sum hrossin önnur? Já, sérstaklega ef maður er svona að ná þeim og búin að keppa mikið á þeim og gengur vel. Þannig já. Og vantilega farin að þekkja hrossið inn og... Já, algjörlega. Og í framtíðinni er ekkert nema hross eða hvað? Hver stefnir í framtíðinni með hestamennskuna? Ég stefni að fara á Hóla og síðan bara hafa hrossarrætt að búa og temja og bara... Er ekki neitt annars að kemur til greina eða hvað? Nei, það er ekki neitt annað, bara hrossin sko. And there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go.
hesthús á hverfi eða byggðir í þeirri mynd sem hún þekktust hér á Íslandi þekkist í raun hvergi annar staðar og telst í enn ein sérstæða íslenska hestsins eða hestasamfélagsins. Það einstæmi að mörg hundruð hross búi saman í slíkum hverfum og að hundruðir hestamanna myndi stór samfélög í kringu það. Á Dalvík hefur þessi sérstæða verið tekin aðeins lengra, út fyrir kassan jafnvel, og þó, kannski bara einmitt inn í hann. Í þessu risastóra húsi sem eitt sinn þjónaði hlutverki Refaskála hefur heilt samfélag hestamanna komið sér fyrir. Húsið var hlutað niður í einingar og bil og í hverju þeirra innréttað eitt stykki hesthús. Í norðurenda hússins síðan ágætt reiðhöll sem hefur gegnt mikilvægu og margvíslegu hlutverki gegnum tíðina. Hestamannafélagið Hringur á Dalvík með sínar höfuðstöðvar í Hringsholti eins og húsið nefnist. En hvernig kom þessi hugmynd upp að breyta Refaskála í hesthús? Við vorum á lok 9. áratugarins þá sem stóð til að flytja hesthúsahverfi frá Dalvík. Já. Og það var búið að vera ákveðilega að flytja upp á Hrísum. Svo lendir loðdýrabúskapurinn í kröggum þarna og hérna fyrir á hausinn hérna á Dalvík og Landsbankinn eignast þetta. Þá var nýbúið að reisa þennan Refaskála og vera bara örfár hér en mingur hérna niður frá. Já. Og þá kemur upp svona hugmynd innan nokkura hestamanna. Er þetta eitthvað sem við getum nýtt okkur og keypt og byggt hér upp hesthús? Já. Mjög skipta skoðanir og margir fundir og allt þetta en þetta endaði svoleiðis, þetta var farið í þessa leið. Við kaupum þetta sérst af Landsbankanum í gegnum Dalvíkurbæ. Já. Og förum í þessar framkvæmdir og þetta sérst selt niður í litlar einingar. Já, hvað eru mörg hesthús í Það eru 28 hesthús, alveg eins og í byrjun. Já. En samt búið að splitta sig undir hesthúsum og samin önnur. Já, fjöldin þessu sami. Já. Í byrjun þá var áætlað að hér getur verið svona 300–350 hross á húsi. Já. Í dag erum við að segja að fyrir vel svona 250–60 hektar koma 300. Já. Vegna þess að bara á þessum tíma þá eru menn búin að breyta hesthúsunum sínum. Það er orðin að gerða meiri kröfur plás fyrir hvern hest og svo vill fólk hafa betri vinnuaðstöðu, bæði fyrir sig og hestinn sko. Já, Þannig að þetta er svona smá breyting en rosa gaman sko. Þetta hús í byrjun, þá er þetta eina reiðhöllin held ég bara á Norðurlandi. Já, Það var ekkert komin einstæðar inn í aðstæða á Norðurlandi held ég þegar þetta er. Nei, einmitt. 1990 þegar þetta er keypt. Og hér voru haldin vetrarmót, innanhúsmót. Það var kannski einn flokkur á kvöldi, það var kannski 50-dagskvöld í röð og það var 4 gangur og svo 5 gangur. Já. Og ég held fyrstu kappreið, tímataka í skeiði gegnum hús og þá var hleypt hérna í gegn og þá bara voru settir borðar hérna á hurðir þannig menn opnuðu ekki óvart inn á gang. Já, einmitt. Og hérna tímataka í gegnum húsið eftir ganginum hérna bara. Já, það var svoleiðis. Já, þannig þetta er ýmislegt breyst, ég er ekkert viss að menn myndu láta bjóða sér þessa keppnisaðstöðu í dag. Nei, en dugði vel á þessum tíma. Já, þetta er svona nýjungin þá, þetta var nýtt þá. Já, einmitt. En hvernig nýtist þessi inniaðstæða ykkur hérna? Hún er náttúrulega rosalega góð fyrir tamningarnar, sérstaklega. Þetta er náttúrulega tiltölulega lítið miðað við reiðhöll og við náttúrulega með þetta tvískipt svolítið, það er svona ytri hringur og innri hringur. Já. En það getur bæði stundu kostur og stundu gallar, en það nýtir rosalega vel sérstaklega fyrir tamningarnar og svona minni þjálfun fyrir krakka, þetta er svona erfiðar kemur að einhverju keppnisþjálfun og svona. Jú. En og svo náttúrulega ef það er snjóþungi í vetur, þá getur maður þá hreyft hrossinn þegar allir reiðvírir á kafi. Já, nákvæmlega. Aðeins lyftið maður hlaup úr sér. En hvernig hérna, er þetta ekki svolítið skemmtilegt samfélag? Jú, það verður svona mikið svona samvinna af því að allir eru undir sama þaki. Já. Það er auðvelt að hlaupa á kalla í einhvern veginn sem ég vantar aðstoð núna. Já. Menn hittast inn á göngunum fyrir að labba í úr húsunum sínum. Laugardagsmorgnum, þá erum við alltaf með kaffi í félagsaðstöðinni frá 9:30 til 11 og menn droppa þar í kaffilegur gefa morgungjöf. Já, einmitt. Og þetta er orðið núna þannig að hesthúsin skipta svolítið á að sjá það. Á Hringsholti er einnig frábær keppnis- og kynbátavöllur til þess að toppa aðstofuna rétt norðan við sjálft hesthúsið. Það gefur hestamannafélaginu Hring frábæra möguleika á að halda stór mót. Og ekkert máli eins og þegar við erum með eitt stórt mót alltaf í ágúst sem heitir Stórmót Hrings og er eitt af stærstu hesta íþróttamótum á Norðurlandi. Já. Og
þá ekkert mál að koma öllum aðkomur hrossunum fyrir, af því þetta allt hérna á svæði. Já, nákvæmlega. Innangengt hérna og menn fara hérna í hús og menn orðið bara áskrifundur á húsum. Skagfirðingarnir, þeir bara fara í þessi 2 hús, þeir bara hringja og segja bara, þetta ekki öruggt, við komum. Já, nákvæmlega. En þetta svolítið orðið mikið þannig að þetta svona að fólk bara reikna með að það fari í þetta húsa því það vant að vera þar. Já. Er mikil gróska í hestamennskunni á Dalvík? Það rosa mikið líf og ég meina, við erum náttúrulega ekki stórt félag, þetta eru 130 félagsmenn, en þetta eru mjög virkir félagar, þetta ekki mikið af fólki þarna inni sem ekki stundar hestamennsku. Okay. Það ekkert endilega að keppa, en það í hestamennsku. Já. Þannig að og við höfum náttúrulega sumrin frábæra reiðlegir hérna á bökkunum, árbökkunum. Þannig að okkur vantar svona kannski fleiri reiðlegir aðrar og sérstaklega á veturnar, því að við förum hérna svolítið mikið á kafi snjó. Guðrún Rut Hreiðarsdóttir fædd og uppalin í Mosfellsbæ en ættuð frá Dalvík og loknu námi í Hólaskóla ákvað hún að flytja til Dalvíkur þar sem hún stundar nú tamningar. Hún hefur nú búið á Dalvík í 10 ár og líka vel. Þetta náttúrulega mjög sérstakt samfélag hérna. Já. Og þetta ótrúlega, við erum öll svo nálægt hvort öðru hérna. Þú átt engin leyndamál. Nei, ég hörðu ekki. En þetta mjög skemmtilegt samfélag. Við náttúrulega getum alltaf að loka hurðunum hérna. Já. Við viljum ekki að allir séu að vaða hér inn og út. En svo bara þetta mjög opið. Maður röltir hérna á milli, það einfalt að fá aðstoð, það allir boðnir og búnir að hjálpa og eins að dytta öllu hérna úti og aðstöðinni inni, það aldrei neitt vandamál. Nei. Við leysum þetta bara alltaf. En er ekki svona keppni á milli húsa? Hver flottasta hestin, Ég náttúrulega langflottasta hesthúsi. Við tókum þetta reynda gegn bara í Hittfjara. Já, ok. Þannig að væntanlega þetta nýjasta húsi, en jú, auðvitað keppni á milli okkar og fólk reynir að vanda sig og auðvitað gaman ég að góða hesta. Og vera með góða hesta og keppa og svona. Ég tiltölulega nýbyrjuð að keppa, þannig ég svona, ég finn alveg. Þetta er gaman sko, mjög skemmtilegt. En þið svolítið svona eins og stór fjölskylda? Já og nei. Þetta hópast náttúrulega niður, bara eins og alls þar annars staðar. Það austurendin og það vesturendin. Já, það svolítið. Þetta svolítið svona stemming, sko. En það bara eðlilegt. Þeir sem eru nálægt hvorum öðrum, að þeir hópast saman og svo hinnir. Og svo við hérna á milli, að við erum bara öðru hvorum einn. Já, einmitt. Bara eftir hendileika kannski. En þetta er mjög gott fólk hérna, alls staðar. Já. Nú hefur þú verið svolítið í æskulýðsstarfinu. Já. Finnst þér þetta nýtast þessi aðstaða? Bæði það að allir sé á sama stað og náttúrulega innaðastaðan? Klárlega. Nýtast í því? Klárlega. Já. Það er svo frábært eins og með krakkana. Þau eru svo óhrædd að koma líka hérna og leita sér upplýsingar, hlaupa á milli húsa. Ef það vantar einhvern hest í láni, þá bara hlaupi í næsta hús og spurt. Það er venjulega ekkert vandamál. Nei, nákvæmlega. Og á veturnar er náttúrulega mjög snjóþungt hérna. Já. Og það getur verið erfitt að komast bæði bara hingað frá Dalvík og svo hvað þá að koma hestum hérna inn og út. Og það bara gerir þessi aðstaða okkur kleift að hafa miklu meiri samgang okkar á milli yfir vetrartímann. Og hjálpist að kannski að moka ykkur inn og út úr húsunum? Það er bara þannig. Og ef einn er kominn fram eftir á veturnar þá bara er hringt á línuna og hann gefur bara fyrir alla hina. Já, það er bara svoleiðis. Það er bara þannig að það er ófært. Hjónin Inga María Jónínudóttir og Anton Páll Níelsson fluttu aftur á heimaslóðir eftir dvöl fyrir sunnan í fyrra. Fyrir nokkrum árum keyptu þau jörðina Syðraholt sem er næststærsti bær sunnan við Hringsholt. Og í stað þess að byggja upp hesthús á jörðinni þá keyptu þau stórt hesthúsabil í Hringsholti. Hver er upplifun ykkar á svona sambúð, svona náinni sambúð? Hún er, eitt orð, hjálpsemi kannski. Já. Það er svo auðvelt, það er allir tilbúnir. Það er það sem ég finn mest fyrir hér. Hvað eru þið með mörg hross hér á veturnar? Hesthúsi, þetta er 10 stígur, cirka. Og draumurinn er að hafa bara 1 í stígu. En stundum er það nú aðeins fleiri, en kannski 10-12 hross, hámark. Það dugar okkur alveg ágætlega. Og eru þetta þá 2 bil, eins og sagt er? 3. Já. Þetta er stæðsta. Já. Þið eru í stæðsta húsinu.
Nei, ekki stærsta húsinu, en þetta eru 3 bíl. Já, eins og var selt kannski stæðst, sko. Já, einmitt. Minnum mig að hafa verið að gera hjá mér. Nei, þetta var bara selt í þeim stærðum sem fólk vildi kaupa. Já. En þetta eru 3 bíl og þetta er rúmgott. Og það sem aðeins öðruvísi í þessu hesthúsi heldur flestum hinna það hvað það er opið. Það er engin milliveggur sem stúkkar af hlöðuna og það bætir mjög mikið upp þetta lágu loft það sem hérna út við veggina. Mjög bjart og svona vítt til veggja eins og sagt er. Já, og það er líka náttúrulega því að bara heyskapurinn var öðruvísi. Þetta var byggt þegar var annars konar heyskapur. Húsin eru hönnuð fyrir þurrheinsbagga og þess vegna eru svona mikla hlöður. En núna að við lögum þetta til bara í haust sem leið og þá náttúrulega bara tekum maður eina rúllu í einu. Þannig að það er miklu meira pláss í húsunum má segja. Plássið nýtist betur og þar með ætti að hafa rýmara á hestunum. Nýtið ykkur mikið þessa innangengu innaðstöð? Já, það er ekki komist hjá því. Veðrattan og færðin eru bara þannig. Þetta ég myndi segja þetta væri bara 80% nýting af vetrinum sko og sjálfsagt stundum meira. Og svo náttúrulega snjóar svo oft fyrir hurðina þannig að þetta bara maður fer alltaf hérna út og byrja þá inni og hefis út suðurhurðina. Er tilfinningin hérna svolítið þess að séu einn stór fjölskylda? Já, þetta er akkurat svoleiðis. Já, allir sé ekki þannig, sé nokkuð þannig eins og einn stór fjölskylda með þeim kostum og göllum sem að því fylgir að vera hluti af fjölskyldu. En kostirnir eru fleiri, má segja. Og þessi inniaðstaða náttúrulega bara lykillinn að því að það er hægt að stunda hérna hestamennsku á svona nútímalegan hátt getur maður sagt. Því að veturinn er erfiður, langur og snjóþungur. En svo aftur sumarmánuðirnir þá hvergi betra að vera til að þjálfa hesta heldur en akkurat hér. Því að úti aðstaðan er líka afar góð hérna. Steindór Óli Tóbíasson er ungur ofurhugi frá Akureyri. Hann hefur stundað hestamennskuna með foreldri sinni frá því hann fæddist og hefur haft gaman að því að kanna hestamennskuna frá hinum ýmsum sjónarhornum. Nýjasta uppátækið er að beita hesti fyrir kerru og hefur hann þeyst Breiðholti á Akureyri undanfarnar vikur á kerrunni. Við ljúkum þættinum á kvöld með myndum af Steindóri. Jæja, Steindór Óli, er þetta ekki pínu erfitt eða eitthvað? Nei, ekki rosa mikið. Ertu ekki hræddur að hesturinn hlaupa af stað bara með þig út í buskann? Nei, ekki mikið. Ertu búin að æfa þig lengi? Nei, 3-4 vikur. Og hvernig gengur? Mér sýnist bara vel. Hvað þarf maður að geta gert til að geta setið í svona kerru og stjórna hestinu? Vera einbeittur, mikið. Hvernig datt þér í huga að fara að prófa þetta? Þegar ég sá einn mann á þessu, þá kom að svo á með langar að prófa þetta. Hann kveikti í þig, langaði að prófa? Já. Ertu mikið verið að prófa nýja hluti? Ja, pínu. Á hestbaki allavega, eða ekki? Jú. En þú keppir líka hérna bara á baki, eða ekki? Jú. Gengur vel? Já. Hvort er skemmtilegra? Kerran. Þá hefur þátturinn í kvöld runnið sitt skeið. Við sjáumst aftur hress eftir hálfan mánuð. Takk fyrir í kvöld og verið sæl.